Ísak, hetja liðsins, þú valdi tímann til þess að verja fyrsta vítakastið þitt í mótinu? Já, þetta var bara geggjað, þú veist, bara erfiður leikur og við vorum þarna 6 mörkum. Þetta er bara gott lið sem við erum að spila á móti þarna og þú veist, ég er ekki búinn að vera að víti ennþá í mótinu, þannig þú veist, síðasta víti þarna var bara, þú veist, ég var búinn að taka þetta víti tvisvar áður en í leikinn þarna og það, þú veist, ákveði bara fara á þetta bara síðasta þarna, þannig þetta var bara geggjað. Þú tekur bara sama, horfið bara til hinna tveggja vítana sem þú verður ekki frá honum og tekur hornið. Já, þú veist, hann er eiginlega ekki, þú veist, aðal vítaskipta þeirra, þú veist, þannig vorum eiginlega ekkert búin að skoða hann, þú veist, fyrir leikinn, en þá tók ég þetta tvisvar á mig í leikinn þarna og þá ákveði ég bara fara á þetta síðasta þarna. Þetta var sætt? Já, þetta var bara geggjað, þú veist, núna er bara nýr leikur á morgun og bara Austurríki líka mjög gott lið, þú veist, þannig að það er bara erfitt verkefni. En þetta er sætur sigur, mikið ævintýri að vinna upp þennan leik og skora jafnamark 4 sekúndur eftir og verja vítakast þegar leiktíminn úti. Já, þetta var bara geggjað, þú veist, skarpið tekur þarna, ég veit ekki hvað hann var að gera, en þetta fór inn, þannig, þú veist, líka mjög góð markmaður þarna, þannig að það er mjög vel gert að skora þarna, en þetta var bara geggjað. Þannig að nú er bara að spila vel úr því sem eftir er? Já, bara nýleikur á morgun og þú veist, bara fullt að tækifærum núna, bara komast auðvitað á úrslit, bara vinna Austurríki á morgun.